Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig Jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig Joinery System, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig Jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig Joinery System, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood
Já, góða kvöldið, það var að seinni leikurinn. Já. Við rétt náðum að byrja bara áður en leikurinn byrjaði. Já. Núna er það hérna F.A. Afturölding. F.A. Afturölding, Gunni Mag, mættur aftur ásli. Já. Tapaði fyrir Haugum á Ragnarsmótinu. Já. Í úrslitaleik. Úrslitaleik. Mætir hérna með náttúrulega gjörbreytt. Já, og smá kannski laskað svona. Hann hérna Blær er í gifsi, einn af nýju leikmannunum. Hann tókst að brjóta á sér hinarleipina. Já, og svo er eitthvað tæpir að góð markværsla hana hjá honum Arnóri. Þeir eru tæpir Þorsteinn Gauti, það meiddist á móti okkur. Þessi er inni. Já, já. Það er bara 1-0. Gunni mæti bara í skyttuna. Bakvörð í vörn og Skytta. Keyrir upp sem skytta. Já. Og það er annað mark hérna. Þessi er bara inni. Hálfgerð draugamörk. Já. Soundið er gott, heyrðum við núna sko. Það er eitthvað annan í leiknum áðan. Það er hérna Bjarni og För. Já, 2 draugamörk komin og staðan 1-1. Já. Það er ágætt spyrjum. Við sjáum hérna að F-liðið er kannski svona lítið breytt frá því fyrra. Engin ný leikmaður. Nei, það er hvað, eitt af fáu liðunum sem er bara alveg eins. Já. Þeir og Valur. Já, jú, Valur er breytt. Já, það er markmaðurinn. Markmaðurinn. Já. Það telur þá alla með sko, því að þeir eru náttúrulega ekki með í spilinu. Nei. Við erum með hérna Afturölding hérna, athyglisverð uppstilling að vera með sko 3 miðjumenn í rauninni sem sverst til liðsins en þú ert með hérna Gunna á miðjunni. Já, það var einmitt það sem ég ætlaði að segja hérna áðan sem ég náði ekki að klára. Það er að, gott mark. Vel gert að Birgi. Já, það er að Sveinn Andri er meiddur, hann er hvíldur í dag og svo meiddið Þorsteinn Gauti í úrslitaleiknum á Ragnarsmótinu, þannig að hann er hvíldur einnig. Já, ok. Og svo náttúrulega Blær meiddur líka. Blær meiddur líka, þannig að það er svona smá skörð höggvinn. Já, það er svolítið djúpt. Já. En við sjáum hvað, ef eitthvað liðið með breytt þá er það Afturölding. Já. Er það ekki réttu? Ertu ekki sammála því? Já, ég er alveg sammála því. Þeir eru með bara eiginlega nánast að kannski minnst lítið við örfundu. Já. Einhver misskilningur hann í vörðinni. Já. Og það er Jakob. Jakob setur hann. Jafnar í 2-2. Er hérna Arnar ekki með? Nei, Freysi er ekki með. Arnar Freyr, hann er ekki með. Og Ísak ekki með hjá F-fangunum. Nei. Nei. Annars eru þetta bara með fullskipa lið. Kraftur í Gunna hann fyrir utan. Ég er búinn að vera hérna, hann er að lyfta upp í spörtu núna eftir að Gunni tók við þeim og hann getur alveg lyft strákunni sko. Já. Það er alveg kraftur í hann. Kraftur í köglum. Já. Það verður ekki tekið á hann. Ég ætla að skráta varið á fylgdölu. Það er svoleiðis, það er bara hendi í það, 1, 2 og 3. Já. Þetta var ekki vel. Nei, ég er að meina á þann sko. Ekki á Gumma. Nei. Hann er nokkuð öruggur hanna. Já, hann hefur verið það. Var það á síðasta tímabili og hefur náttúrulega bara í gegnum ferilinn verið mjög öruggur á vítunum. En ekki kallaði Sorro líka? Þetta er hann, já, en Ási er hérna með. Þetta er hotn eða ekki? Nei. Já, fríkast. Ég get eiginlega einhvern veginn ekki ímynda mér að þetta hefði verið bara beint yfir. Þá þarf hann allan að skota einhver morgun. Já, mögulega. Þetta var mjög spes eitthvað. Við fáum hérna frá diggum áhorfenda þessi ennþá Haukar Stjarnan á skjánum. Já. Þegar að tæknimaður. Já. Já, á skjánum hérna á Já, en 2-3 fyrir Afturöldingu. Já. Geta komist hérna 2 mörkum yfir. Og maður ræði hérna í fyrirleiknum að athyglisvert hérna liðin eru bara sitt hvora megin á vellinum, þannig að þetta eru mjög stórir bekkir. Já.
Og stórt skiptisvæði líka. Já, mjög stórt. Já. Einar sækir á brotið á honum. Já. Það var ekki sérlega gott skot hjá hérna afturöldingu hérna áðan. En Gunni það er rosa kraftur í honum hérna í sókninni og náttúrulega vörninni, hann er alltaf kraftur í honum í vörninni. Já, líka svona kraftur í honum í seinni bylgjunni, þannig að hann kemur með svona ákveðin hraða og kraft inn í það, sko. Þetta er líklega það kjánalegt sem hefur sagt, því að ef einhver er með kraft í handbolta í dag eða nokkuð tíma, þá er það hann. Já. Alveg sama hvað hann spilar eða gerir. Vel spilað hana. Já, Einar Ingi fær 2 mínútna brottvísun. Jón Bjarni blokkaði vel og... Já, gerði þetta vel. Já. Þrándur kemur þá inn á. Þetta var ekki í mark. En þetta er óvanalegt. Já, Ásíð klikkar ekki á mörgum. Nei. En já. Já, Þrándur kemur inn. Þrándur kom náttúrulega frá IR. Þeir fengur náttúrulega 3 íringa hérna. Á bara einu bretti. Á einu bretti. 3 fyrir 1, 3 fyrir 2, eitthvað. Þrándur endar náttúrulega uppalinn í afturöldingu. Já, þannig að hann vildi koma og klára þetta heima. Kannski svolítið að bara koma heim. Já. Já, Birkir. Sjáðu þetta. Já, vel gert. Vel gert. Bergvin. Þetta eru sterkir strákar og svona power leikmenn. Kraftur í þeim, maður og mann og svona. Já. En aftur á móti líka kannski sko svolítið klaufalegt að rjúka svona út af honum Jóni Bjarna í... Já. Það er Haukamaðurinn sem skorar hana. Já, Leonard. Hann ætti að þekkja sig. Hann hefur spilað 1 eða 2 leiki hérna. Já. Vel spilað í F-fangunum. Já, þetta var bara flott sókn. Já. Vel stimplað og komið sér í gegn. Opna fyrir að hæra hornið. Afturölding getur þá komist aftur, 2 mörgum yfir. Já. Þrándur leysir inn. Birkir. Yfir. Ekki gott skot hjá Birki. Allt og hátt yfir til þess að hafa nokkuð tímann hætta, eins og einhver sagði. Ónefndur íþróttafréttamaður. Já. Við verðum ekki þarna. Nei, það er Jói hefði ekki einu sinni varðið þarna. Mér finnst hann einhvern veginn svona að vera bara potturinn og pannan í þessu F-liði. Já, það fer rosalega mikið í gegnum hann. Það er bara, hann er náttúrulega frábær leikmaður. Já. og náttúrulega bara ótrúlega svona skipulagður og svona útsjónarsamur og frábær í ákvörðunartökum. Já. Klipp upp, góð vörn. Hvað gera þær? Einar ætla að setja Leon inn. Tæp sending. Já. Jón Bjarni er í hörku vinnu hann inn á línu að blokkara fyrir félagana. Hann svona tildulega kannski nýbyrjaður að spila þessa stöðu af einhverju viti. Hann var svona alltaf svona verið eitthvað að sveifla með hann í hægri skittunni eða línunni en virðist verið að hann var svona komast í gott form undir lok síðast tímabils þarna. Sterkur strákur náttúrulega og hérna en með eins og þú segir örfendur durgur. Já, það er alltaf svona sárt að þurfa að henda örfendum einhver staðar annar staðar á völlin heldur en í hægri skittu sko. Það þá þau eru svona stór sko. Já. Það er svo að segja að þú æfir ekki upp 2 metra. Nei. Hvað þá örfenda 2 metra? Já, hvað? Já. Birkir er náttúrulega svaðalega fastur og er búinn að taka gríðalegu framfæri fyrst mér núna. Var náttúrulega frábær í fyrra. Já. Ætlaði út. Ætlaði út. Það er eitthvað fjallið fyrir sig. Já. Hvort það er út af
COVID-veirunni eða ykkur öðru, en það er... Já, þessi COVID-veira er náttúrulega búin að skemma svo mikið og íþróttalíf einhvern veginn er bara í ykkur rugli. Já. Það við sjáum til. 2 mínútur. Það er bara hent í aðra 2 mínútur. Hérna Þetta er- sjáum við hvað... Þetta er Einar aftur. Já, ætla hann ekki hrind honum á, hann hrindir í línumannu, sýndist mér svona í endursýningum. Þetta er hérna, hann hérna, Tandri gerði vel hérna. Já, vel gert vel, já. Sá að hann var eitthvað staðar út úr stöðu, hann Úlfur, Já, og bara búm. já ég segi Tandri var komið með sko 2 2 mínútur brottvísingar eftir 15 mínútur í leiknum hérna fyrir dag. Já, Einar er búinn að slaða, það eru 10 mínútur og hann er komið með 2 brottvísingar. já. Það er vel gert. Ja, afturlending aftur einu færi. Já, sjáum hvað þið segja, gera, Segja og gera. segja og gera. Já, Monsi, Úlfar Monsi hérna leysir inn. Hann far ekki svo út aftur. það reyna það bara. Já, hana. Þetta er svolítið svona taktík sem hann var að spila með Haukana, hann Gunni. Já, Nota þetta mikið á IBF, til þess að riðla talningu þar. já, hérna þessari framleikjandi. Já, þetta er svona 2-föld hverfi. Já. Já, afturlending heldur áfram. Kæró kemur já. óvart. Og Úlfar með inni, sko. Og heppinn að halda boltanum. Já. Afturleysi Monsi inn. Hendi komin upp. Já, vel gert. Vel gert, Já, Gunni er búinn að vera flottur hérna í byrjun. já, Virkilega. já. Sammálaður. Virkilega bara ákveðin og ára. Hann sáum þetta reyndar aðeins í fyrra. Já. Og þá var hann aðeins að hérna, Hann fekk að spila svolítið aðeins fyrir utan og keyra seinni bylgjuna mikið í fyrra. já. Og nú er hann bara mættur hérna og stillir bara upp í, Þeir voru náttúrulega með þar áður, voru með hann hérna Bjarkason sem er komin í fram, sem hann var svolítið í þessu hlutverki og núna bara hefur Gunni greinilega tekið við að því. já, algjörlega. Aftur, Kæró, tvöföld gerfi. Þeir eru svolítið að reyna að koma honum Bergvin í skotin eða árásunnar. Já. Það er ekki alveg gengið nógu vel. Nei, Og Bjarni farin að færa sig hérna langt út á móti Birki. já. Guðmundur leysir inn. Á, ná að klippa hann hans í sundur. Fast var það. Hann heldur svo fast að hann misti lappirnar á gólfinu. Já. Sem er Einar, ekki alltaf gott. Ási leysir inn. Já, já. Já, sætt. Þetta var alveg ágætlega fast líka. Já, Einar jafnar í 6-6. hann er búinn að fá kraftinn aftur eftir ekstra rækjurina. Já, ég held að sé rétt. Já. Þetta er náttúrulega bara annarkvort vítaðarauningur. Já, Línumæður raflöfi, Einar Já. Jóns hefði ekki verið hrifinn. allt í lagi þegar hann er komin inn í teig. Já, Það er mögulega. bara, það er bara að snúa við og skjóta. Já. F-fangarnir komnir yfir. Það er hérna, það er ekki fyrsta skipti í leiknum eða, held ég. Jú, mér sýnst það, held það. Einar náttúrulega kom með 2 2 brottvísanir. Það Já. vel að sig vikið. Þetta ég hef ekki einu sinni gert þetta þegar ég var að spila. Já, vel gert, góð sending og Þrándur. Já. Vel gert hjá Þrándi. Já, Losar hann í slána inn. Yfir hausinn á Döller. Arnór. Það vil segja, hann átan bara, var það ekki? jú. Það er náttúrulega oft þegar línumenn fá of langan tíma til að aðtarna sig, þá er það ekki alltaf gott. Nei. Þekkja það? Bindur.
Herra, hann komin inn á hérna ungu strákur hjá Aftureldingu, nummer 15, skytta. Já. Hann heitir, hvað heitir hann aftur? Þorsteinn, ekki. Þú með þetta? Ég með þetta hérna. Ég sé ekki neitt maður. Þorsteinn Leó, ég held það. Já, þú, já. Hann fekk að spila nú nokkuð í Ragnarsmótinu líka. Já. Hávöxinn og góð skytta. Já, hann er mjög stór. Já. Og það er... Bara fá svona smjörþefinn að þessu. Já, bara frábært að svona... Hún hefur vantað þetta í íslenskum handbolta, það eru hávaxnir leikmenn. Þannig að... Því fleiri sem eru í því bara betra. Já, Afturelding heldur áfram, 7-7, þetta er náttúrulega bara jafnt og var náttúrulega mjög jafnt eins og var hérna í fyrri leiknum í dag. Já. Þetta er svona eins og Tasmaníu-djöfurinn, hann ræðist á bara alveg á fullu. Hefur hann oft fengið það viðurnefni. Já, það er rétt. Ég var ekki að finna þetta upp, þetta sem henni það. Nei. Ok. Ég hef nú alveg hægt að flauta á þetta sko. En það er stundum erfitt að vera nýi gæinn, ungi gæinn, þú færð ekki allt sem að... Nei, þú þarft að vinna þér inn smá... Já, ég er nokkuð viss það að Ásiði fengi aukakost á þetta. Já, hugsa mér að Gunni hefði fengið. Já. Gunni kominn hérna verið framan núna í 5-1. 5-1. Eina dottin út úr vörninni með 2-2. Já. Slæmt hérna. Arnór Ver frá Einari. Já, vel gert. Nei, hérna. Þetta er skref. Já, rétt. Það var með Gunna í liði, skildunum við, sem er náttúrulega heitasti maður í deildinni, þá er ég með hana í hausnum. Já. Og svo félaginu kom með 2-2 eftir 10 mínútur. Já. Það er vel gert. Já. Það er vel gert. Það er 7-7 hérna. Búið 7-7 í svolítinn tíma núna. Já. Látt síðan síðasta mark kom. Vel gert hjá Ása. Já. Ná að losa hann þarna inn á línu, það er bara... Jájá, þessi klikkar ekki að mörgum. Nei. Þessi þekkir sér líka hér. Já. Reyndar ekki alveg á þessu gólfi. Nei, þetta er nýtt gólf. Það eru fáir, eða ný lakkað. Já. Sama parketti. Sama gólfi, nýtt lakk. Já. Mjög flott. Æs. Hvað er í gangi? Heyrðu, þið voru alveg sofandi hana. Arnór er ekkert rosalega sáttur heldur við þetta. Nei, Arnór með sinn 5. bolta. Já, Arnór er að byrja mjög vel í þessu leik. Já, hann var náttúrulega ekkert með í Ragnarsmótinu. Nei, var hann eitthvað meiddur? Já, greinlega eitthvað kvílan. Við vorum með hérna ungan strák. Sem er hérna á bekknum ekki? Já, hann Brynjar. Já. Nei, hann er ekki á bekknum, hann hérna er... Bjarki er núna, þeir eru báðir. Sorry. Bjarki og Brynjar. Bjarki kemur frá Fjölni en hann er uppalinn í Aftureldingu. Já, þekki hann. Dölum með tapaðan bolta. Hann var hinn bolta samt. Já. Varið og tapaður. Já. Já, 8-8 og 18,5 búinn. Já, Birkir. Þetta er náttúrulega bara, Birkir fær hérna 3 skref og upp á punta. Það er náttúrulega það bara, svo vítakast hjá sumum. Það er bara annar leikur sko. Já. Það er bara... En munar samt fyrir þá að hann sé með þeim. Kannski reikna ekki endilega með honum sko.
Þannig að það munar fyrir að hann sé áfram. Hann ætlaði náttúrulega að fara út. Já. Og örugglega stefnir örugglega á það ennþá. Já. Eða vonandi. Já, allan bara fyrir íslenskan handbolta því ég hugsa þetta sé leikmann sem getur nýst landsliðinu í komandi árum. Algjörlega. Hávaxinn skytta sem spila vörn, það nú Ég bara frábært og hvað þá ertu komið hérna þennan unga strák hérna nummer 15 og hvað heitir hann? Hann Þorsteinn, takk. Þetta svolítið eins og þú sagðir hann í byrjun, þú kennir ekki hæð sko. Nei, það erfitt. Það hefur verið reynt. Gengið illa. Sér bara þessi strákur þegar hann stekkur upp og þá er hann hérna. Ja, hann átti góð skot hérna í Ragnarsmótinu og hoppaði við. Er að keyra vel á þá. Birgir búinn að skipta í horninu, Leo farin út og Birgir stoppaði tíminn. Hendi í leikli er það ekki bara? Leikli bara. Já, Gunni hendir í leikli. Já. Við fáum Haukalega með hann. Spurning hvort að Gunni fari nokkuð að dansa. Hann ætti nú að þekkja þetta lag. Já. Nei, afturhalding. Vantar náttúrulega eins og þú segir svolítið í þá með þess að stráka úti. Sveinandra og hérna Blæ. Já, vantar þá breytin svolítið lítil hana fyrir utan. Já, en svo þú ert náttúrulega með hann hérna Carlos líka. Nei, hann hérna Ramos. Ramos? Já. Hvað sagði ég? Carlos? Já, Hafsteinn. Það er kannski erfitt að því að þú ert með Birki hana líka sem er bara að spila hörku vel sko. Já, og náttúrulega það er náttúrulega eins og segir bara hörku skytta. Já. Carlos Ramos, það er breyting. Ég afsaka mig það að ég er ekki, hérna gleruðu virki ekki eins og þeir. Já. Það er bíl. Já. Herðu, sjáum hvað gerist hérna eftir leikliðið hjá Gunnar. Áfram að spila þetta. Það skilur hann bara eftir hana. Já. Hann er náttúrulega með hann er hörku, bara hraður á fótunum og sterkur þegar hann kemur á. Og kannski Jón Bjarni ekki alveg eins hraður. Nei, náttúrulega svolítið, já, alveg klárlega ekki eins hraður. Sjáum að komin annar línumann núna, Eiríkur, uppalinn í Val, kom frá HK. Já, ok. 20 strákur. Ok. Takk. Númer 11 í FH-liðinu, svona einhverjir skil ekki svolítið hérna, svolítið magna hérna hvernig afturhalding náði að halda talningu í vörninni með að manni fannst einhvern veginn í vörninni vera bara far. Þetta er, ég myndi nú segja að þetta væri Bergsveinn. Já. Sjáum hérna endursýning á bakhrinding á Bergsveinn. Það er það ekki? Jú, mér sýnst það. Vonum að sé allt í lagi. Ég var að segja það að þeir reka unga leikmann út af. Ég veði á það. Það er rautt ekki á stráki. Jú. Strákar. Olboy. Nei, þetta er bara rátt. Sjáum þetta hérna aftur. Hann er kannski bara fórnarlöf aðstæðna. Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki nákvæmlega hvað maður á sig. Já, en allavega rautt spjald komið. Alveg saman hvað við segjum.
og ekki hjálpar þetta Gunna í krísunni. Nei, þetta fækkar möguleikunum. Já. En nota bene afturöldingur yfir, 10-9. Já. Þrátt fyrir það. En þetta í þriðja skipti núna og það konar 22 mínútur sem að afturöldingur fari. Já, samt yfir. Samt yfir. Og Einar rauninni tekin út úr leiknum komin 2002. Og svo hann raukt, hann greið Þorsteinn. Þetta sérstakt. Ja, en ég hefði frekar bara dæmt 2 mínútur á hann Bergvin fyrir að koma Þorsteinn í þessi aðstöðu. Sko. Já, mér fannst það. Já. Ég er sammála. Og mark. Það fá hvernig fljótir í hraða miðju eftir marki á afturöldingu. Þeir að finna vel hornin. Já, opna vel fyrir hornin. Við erum búin að gera það í leiknum. Já. FH minnkar munin jafn harðan. Já, þetta er hörkuleikur. Já. Hafnarfjörður mótinu til sóma. Já. Og bara svipuðum og fyrirleikur í dag. Bara það sem var jafn á nánast öllum tölum, sko. Klippan í sundur. Já. Sumir hefði viljað fá skref hana. Ekki ég. Hann ætla að brá hann. Já. Hvað er það sem maður búinn að gera í horninu öll sín ár? Nákvæmlega. Herri, nú er Carlos Ramos kominn inn á. Já. Ramos, afsakið mig. Og hjá FH líka hann Einar, nei heyrðu, þetta er bara... Já, Rúningur. Já, klálega. Sem að Leo er komin í horni í skiptuna. Já. Hann Leonard. Og hérna nummer 3 í horninu, vinstra horninu. FH, veit ekki, hvað er hann? Hann Hlynur. Hlynur og 24 hann hérna... Hann Einar Sindra. Takk, Einar Sindra, já. Það var Hlynur sem hafa brotið náttúrulega á honum á hann þegar hann fekk rauðaspjaldið hann Þorsteinn. Já. Rétt. Er það afturölding aftur? Eru jafnmargir? Já. Búin að vera nánast einu færri bara meira hlutan af þessu leikleiku. Þetta er víti og 2 vantanlega. Fáum við 2 hanna. Það hlýtur að vera. Já. Þetta er alveg hárrétt. Aðstoðarþjálfari afturöldingar heimtaði rautt. Sér aftan í hendina, já, þetta er það. Enda getur hann, hugsa hann sé ekki að kvarta yfir dómnum, ég held að hann sé bara að kvarta yfir varnavinnunni á sínum mönnum. Já. Heyrðu, það er klikk. Vel varið. Dölerinn tók hann. Dölerinn. Þetta er 50 boltinn sem ég skrái, ég geti alveg hafa mistað 1-2. Já, ég bara... Báðið með 5, en það er ekki svona nokkuð sennilegt. Jú, ég get keypt það. Já. Arnór finnst mér búinn að vera mjög góður í þessu leik. Ég er ekki búinn að takast mikið eftir Dölur, ég skal bara viðurkenna það. Sjáum að Benedikt er komin hérna inn á nummer 21 hjá FH. Já. Það er bara komið nýtt lið, bara komplett. Já. Ég hugsa þetta bara... Já, ég meina... Það má alveg dæmi þetta. Hann hefði hann tekið skotið, þá hefði hann líklega fengið eitthvað. Já. Já. Vel gert hjá Einari. Vel spilað. Benedikt. Gunni fórnar höndum hérna. Skilnaði eiginlega alveg. Það var virkilega, þetta var bara klúður hjá Bergvin. Áfram heldur minnstrið, afturölding kemst í 2, hinni mingi 1. Já. Frandur konar með og ég heyrðu býtu, nú er eitthvað að gerast. 2 línur, 1 fleiri. Vel gert. Það sáum við oft.
Já. Úlfar. Monsi gerir þetta vel. Öruggur í hornið, Bergvin setur hann vel inn í hornið og Monsi lokar þessu. Þetta var hann að stróka út. Já, eitthvað pennin hérna eitthvað að stríða mér. Hérna, annar. Þessu virka þessu betur. Mögulega. Það allir eitthvað hálf. Já. Þeir eru á undirbúningstímabili. Já. Já, vel gert. Snirtilega gert. Já, línur. Það að finna línuna vel. Já. Þeir eru að gera það mjög vel, það eru rétt. Þetta er ekki alveg svona afturlýningsliði sem maður, þegar maður vissi hverju voru komnið þangað sem maður bjóst þegar maður myndi kannski sjá. Nei. Heldur í mig maður. Nú ekki kannski. Hann er að ná að slíta þristana mikið í sundur. Já, Þrándur er að ná að klippa, eða svo, hann hérna Bergvin er ég meina. Já, Bergvin, já. Þeir eru að ná að klippa og nær hann að taka hraðbreytinguna fram hjá þeim. Kemur náttúrulega bara á bombandi kraftið á það og bara er ógeðslega snöggur á löpunum og Þrándur að vinna vel náttúrulega með inn á línunni. Já. Það hamast í þeim hérna. Nákvæmlega. Eins og heyrðist, hann heldur í mig. Ég held að hann hef bara fengið þennan í andlitið. Já. Sjáum við þetta ekki aftur. Já. Ish. Hann virðist allan að vera smá rauður. Já, það er fínt. Svona fjarska. Það er bara spendur í hann. Hérna sama og hinum meginn sjáum við, hornamaður leysir inn, Kairó kemur svo. Monsi, já, vel gert. Nei. Aðeins að grilla þetta. Vel gert og kominn aftur og nær broti. Já, þetta er vel gert. Þetta var virkilega vel gert í honum. Það með sitt annað mark. Já, mínúta eftir að fyrri. Afturhaldið komið 3 mörkum yfir. Eftir áfalla mikinn fyrrihálfleik. Og þá eru þeir í bara fínni stöðu. Já. Það kannski líka bara svona sést kannski aðeins meira að hann er mikið að rótera hann síðusteinn F-liðinu. Það er komið bara heilt lið. Já. Það er kannski, þá halda kannski ekki alveg sama rytma. Algjörlega, en samaskapi hefur náttúrulega Gunnið þurft að breyta. Já. Og Bergvin búinn að spila allan tíman og hornamennin allan tíman, sko. Já, og Gunni líka eiginlega. Hann fór út af hann í smástund. Já. Hornamennir og Bergvin eru líklega með allan fyrirháleikinn. Jæja. Eigum við að sjá þetta aftur, eða? Já. Ég veist þetta nú. Nei. Það hrindir honum eitthvað smá, en þetta eru kallmenn að takast á, sko. 2 mínútur. Ég hef ekki einu sinni gefið gult á þetta. Þetta er bara fríkast og áfram gagg, sko. Já. 4. brottvísunin hjá afturhendingu í fyrirháleik. Og fyrirháleikur búinn. 13-15. 13-15 í hálfleik fyrir afturhendingu sem er búinn að missa mann út af í rautt. Annan í 2-2. Búinn að vera 4 sinnum einu færri í fyrirháleik. Já. Samt held ég að einu víti sem hefur komið eru hinum meginn. Það eru semst á FH. Já. Sem eru reyndar einu víti sem hefur komið í þessum 2 leikjum. Herru, geggjað. Hálfleikur. Já, tökum smá pásu. Yes, sir. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood and Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood and Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Jæja, það er seinni hálfleikur. Hvað, Jenny, var eitthvað dómaraspjall? Heyrðu, já, ég ræddi þessi dómarann hérna í hálfleik og... Samt í 2 metra fjarlægð? Já, í 2 metra fjarlægð. Umræðaspjaldið og þeir eru að meina að hann hafi verið með olbúan á mótunum sem að... Mögulega er, ég ætla ekki að segja rétt eða rátt. Nei. Ef það er rétt,
Mér fannst hann átti erfitt með að bjarga sér, hann fær mannin bara á sig, en... Mér fannst það mjög stæðilega að vera Bergvinni að kenna. Já, í rauninni. Já. En... Svona er þetta. Ef að Olboinn er á undan, þá náttúrulega er þetta klásturu. Já. Alveg 100%. Góðum við hérna þessa COVID-leiki er það að hálfleikirnir eru stuttir. Já. Það er ekki tangs, það er bara áfram gakk. Nei. Líka hvað er að gera, þeir með ekki fara inn í klefa eða neitt, sko. Nei. Leikmann nummer 4 í afturlíku. Já. Hilmar Ásgeirsson. Já. Ungur strákur. Ætla að sé eitthvað skildur Elvari. Mögulega í litli bróður. Mér sýnist það svona einhverju í útliti. Já, geti... Ef einhverjir áhörundur með kommentum það myndi ekki koma mér á óvart, svo skulum orða það þannig. Hannes minn, ætti ekki að horfa á þetta? Er þetta bróðurinn Elvars? Vel gert! Heyrðu, pittu nú við! Þetta er hann Brynjar, 2002 módel strákur. Já, það er bara... Búinn að vera núna í aðalmarkmanni í 2002 landsliðinu undanfarin ár. Hann tók duett í sókninni. Hann tók bara hérna doppul. Já. Bara vel gert. Já, frábært. Og rósa hérna þessu strákur sem er að koma hérna inn hjá afturhildingu. Og reyndar hjá FH líka. Mér finnst þið standa sér vel hérna í hérna, þetta er staðfest. Þetta er bróðir Elvars. Já. Staðfest. Þetta var undarlegt skot. Já. Ekki svona birkislegt. Góð vörn hjá Gunnar. Einar ætla að vera sniður hann að laumunum yfir hausinn. Þrándur þekkir sig mörg, beygir sig, veit ekki hvað boltinn er hraplimi. Gunni kominn hérna áfram í skiptunni. Já. Bergvin á miðinni, Þrándur út, það er Kairó. Fyrsta skipti á þessari öld. Já, vel gert. Vel skotið á Bergvin. Lafði í loftinu og lagði hann svo tilbaka. Þetta er víti. Nei, þetta er ekki víti. Áfram við er hann Brynjar. Já. Kominn. Hann var kominn hvað? Fjóra bolta núna og fyrstu þrem. Já. Ég sá að Arnór hérna í hálfleik var að henda klakabóka á sig eitthvað stæðar. Hann alltaf var ekkert með í, alltaf sé ekki bara svona hægt og róla að koma sér í gírinn. Eitthvað smá tæpur, greinilega. Gamla Brynið á línunni, hann stendur fyrir sínu hana. Hann var ekkert að missa hann. Þrándur er flottur með. Flotta klippingu líka. Eða klippingu. Það er ekki neitt. Þetta er bara... Þrándur er flottur strákur. Hann gefur alltaf allt í þetta. Þú veist hvað þú færð þar. Það er allt 100%. Líka að stendur sig illa. Það er samt allt 100%. Ási. Einar. Hótar undirhandarskotinu, hendinu upp. Góð vörn hana. Já, vel gert hjá Gumma. Gummi heldur yfir hann. Mætt honum bara og fylgd honum. Sjá hvað ætla að sé ekki klipping hérna svo bara. Það er bara beint upp í skot. Einar og svo... Það er ekki... Nei. Já. Það eru 3 varin skot í vörninni í þessari þó. Heyrðu honum langa að senda fram. Já. Hann hlusta á setninguna í náðan. Hann þekkir sín takmörk. Það er ekki allir sem með þetta. Nei. Herðu, já, afturhildingu heldur hérna 3 marka fórustu. Nú er hann komin inn á línu. Hann Sveinn Hósi Rivera. Já. Hann spilaði hans í yfirtölinni í fyrirhálfleiknum. Þau voru að spila 4-2. Hann bara lappa fram með honum. Þetta er víti. Já. Bergvin finnst mér í þessu leik búinn að vera virkilega flottur. Já. Mér finnst að vera að ráða illa við hann svona maður að mann þegar hann að fá að koma á ferðinni. Já.
og nær hann að sprengja fram hjá varnarmönnunum. Já, komið þess hægna. Hvað var þetta? Hvað segjum við? Ég á ekki til orð. Æja, Hann bætir upp fyrir þetta. bætum við upp fyrir þetta og setjum bara eitt hérna. Já. Það var ekki vippað aftur, það er klárt. Eða vippa, ég veit ekki hvað að kalla þetta þar sem var hann í vítinu. Ætli hann hafi ekki bara einhvern veginn misst boltan Já, greið. þetta var eitthvað svona. Heyrðu, hann bara, Hvernig var staðan í hálfleik? hún var 15-13. Er það ekki? Jú, Hann er búinn að halda hreinu. já, Ekki lengur. nei. Já. Frábær innkoma hjá þessum unga markmanni. Bara geggjaður. Já, Mikið efni, það er alveg klárt. já. Hávaxinn strákur líka og það er eitthvað hætti í vatninu í Mosógrillina. Já. Já. Sjáum við hvað Mosfellingar gera núna. Já. Það er Kæró stuttur. Heyrðu, býttur við. Hvernig hérna, ég átta mig ekki alveg á þessu marki. Hann bara svona tekur hann bara af gólfinu. Svona hótar ég að fara upp Já, og bara neglar hann strax. Já, þetta er vel gert hjá hann. Vel skotið. Konur í 4 marka. Svo spyr ég sko, heldur hann sé, hvernig metur Gunnan svo eftir svona leik, Gunni Max sko? Metur hann sem skýttu eða sem hotnamann eftir þegar framliðið tímabili? Það er frábær spurning. Þetta er bara hárrétt. Það er bara virkilega vel gert hjá þér. Það er búið að vera fjör hérna. Og komin hérna Leiklið. Já, leiklið. Það er bara leiklið. Já. Ási eitthvað hérna ósattu við Birki og Já. þetta er að verða svolítið fjörugt. Það er orðin hítið aðeins. Já, þetta er að detti í alvöru. Við sjáum hérna víti aftur. Hvað hann bara hefur einhvern veginn mist hann. Erum við... Já, annar fáðu það. Já. Hann ætlar að vippa, en bara hún er ekki betur en þetta. Já, það var eitthvað svoleiðis. En hann hefur komið vel inn í þetta hérna Brynjar á... Alveg, bara frábær, virkilega góður. Ég sá hann hérna fyrir ári síðan, hann var okkar besti Jóhann Ingi að þjálfa hann í landsliðinu. Sem markmannsþjálfari í U16 og hreifst vel á honum. Við munum þess að þetta ekki heyra endan á því. Nei, klárlega. Já. Hann hefur tekið gíflegum framförum. Já, ég er bara... Greinilega farið vel eftir því sem hann segir. Jói innan stutta tíma sem hann... Hvað var það, 10 mínútur eða? Herra, já, F-fáingarnir komnir á stað. Jakob leysir inn. Það er að ná að stoppa hann núna. Góð vörn hérna hjá Birki. Þetta er svona, það er alveg bara aftur á línu núna. Svona eins og þetta á að vera. Já. Erfitt að sjá þetta. Já. Gunni, já. Ég náttúrulega glemdi að hann náttúrulega vantar Egil Magg í F-liðið. Já. Eða gleyma og ekki gleyma kannski. Maður er kannski fann að taka meira eftir því þegar hann er með. Leiðilegt að segja eins og frábær leikmaður hann er og þá bara... Þá er hann ótrúlega mikið meiddur, greistrákurinn. Bara sorglegt í rauninni. Þetta er miklu efni. Já, svona talent skuli vera í öllu þessum meðslum. Þetta er bara leiðilegt, erfitt. Já, þetta er sending hjá Dölur. Hann misti jafnvægi bara. Já. Hann náðast.
En þarna voru þeir snöggir að refsa. Já, F-fangar er skora núna 2 eftir leiklíu. Þannig að Komum aftur í 2 marka munin sem var í hálfleik. Já, afturhending var komið hérna upp í 4. Já. Klukkan náttúrulega, sko, klukkan er að verða 9:30. Þetta er náttúrulega, sko, ég hef ekki verið svona sent úti í bara marga mánuði. Hann er bara annari hæð þegar hann næra þessu flugbraut og hoppar upp. Það er bara... Já, þú þarft að bara mæta honum framar. Þú verður að mæta honum áður en hann fer á stað, áður en hann fær 3 skref í sig. Ef hann fær 3 skref upp þá er þetta bara, eins og segir, þá er þetta eins og víti. Afturhending er í 6-0. Bergvin og Þrándur hérna saman í þristórum. Bergvin mætir út þegar F-fangarnir koma í aðgerðir, þá mætir Bergvin út á til að brjóta upp klippingar og þess áttar. Gunni heldur áfram sínum stílnum sínu sem hann var með einn passívan þrist og annan út svona. Þetta svona landslýsstæl. Mæta hérna mjög framalega hérna, Gunni og Gummi og Bergvin. Nei, hann var bara, nei, aftur. Já. Gáður 3 misgrip í þessari sókn. Sem skilaði samt marki. Þú sér það núna að eftir rauða spjaldið þá er ekkert mikið núna hægt að skipta í rauninni hjá afturhendingu. Nei. Og þessir 3 eru bara með lungana úr liðinu, sko, með lungana úr spiltímanum. Já, ég meina, og hérna Birkir setur enn eitt markið. Hún er okkur að breyta í sem virkar. Já. Nefna kannski að leyfa öðrum að fá sénsinn. Þessi laginn. Þeir eru náttúrulega í æfingarleik en þeir eru náttúrulega með einhverja 4 í meiðslum og rauða spjaldið á unga strákinn og svo framvegis. Við sáum náttúrulega hann hérna, Hilmar fekk smá tíma hérna í, bara það var virkilega þegar hann var í 2 mínútum hann Bergvin. Já. En svo spyr maður sig núna, eins og nú ertu komin í seinni hálfleik, það eru 18 mínútur eftir. Já. Okkur setur ekki Einar inn á, sko. Já. Þetta er æfingamót. Skiptir það einhverju máli. Hann er ekki að fara í bann þó hann fari í 3 ár. Já, við vitum hvað Einar er. Einar er náttúrulega frábær varnarmaður og bara frábær í vörn og svo. Þrándur líka staðið vel fyrir sínu. Já. Hending komin upp. 2 sendingar eftir. 1, 2. Það verður að skjóta. Nei. Nú kann ég ekki að telja. Fyrsta er ekki tekið með, held ég. Stundum var það þannig einhvern veginn. Ok. Nú hann verður að skjóta. Hann bara getur. Hann verður að fara í skoti, já. Nei, hérðu. F-fangarnir vinna boltan. Þetta, wow. Og lykt af þessu. Birkir ekki út af fyrir að setja löppina fyrir. Mér finnst hann bara eiginlega standi í hann. Mér finnst hann standi í hann. Já. Mér finnst þetta ekki 2. Nei. Ég skal ekki segja. Nei. En F-fangarnir geta minnkað í 1. Já. Búið að vera hérna á heljarna rönni eftir leikliði hjá Sigursteini. Góð færsla hana. Reyna að skapa yfirtölu. Jón Björn á vitlausum stað. Góð vörn hjá Afturheldingu. Þeir vilja meina hann sé eitthvað óleiðilegur hérna, þeir eru eitthvað kvart yfir því afturlingsmennir. Jón Brynjar? Já, Jón Bjarni. Jón Bjarni, segi ég. Já. Það er fyrsti línumann sem að blokkur rólulega. Heyrðu, það bara átan. Strákurinn, maður. Vel gert. Vel gert. 5. skotið sitt. Ég held að það sé bara hún að jafna hann. Arnór. Arnór. Já.
flott hjá honum, ánægði með hann. Þá kemur Hafsteinn, Óli inn á. Já. Það er gott ef þú komið mann inn og svo getur bara 3 eða 4 nöfn og bara þú ræður hvað þú kallar. Já, afturhending getur aukið upp í 3. Monsi inn, já, vel gert. Vel gott slút. Nú segist þess að vera hérna, hann er búinn að strákurinn, ungi strákurinn í afturhendingu finnst mér bara búinn að vera betri en Döler heilt yfir miðað við spiltíma. Já. Ætli Döler sem komið með hvað, 7 bolta eða eitthvað svona? Já, 7. Vel gert hjá Ása. Opnar hægra hornið. Þessi virðist líka vera búinn að, hann var smá í einhverju meiðslavesinni í fyrra. Ég er hrifinn af þessum strák, mér fannst það góður hérna þegar maður sá hann fyrst með hérna í 98-99 landsliðinu. Já. Uppalinn í Víking. Já. Víking, já. Það er ekki mikið í gangi þar. Nei, það er ekki margir leikmenn komið þaðan síðustu árum, því gamla stórveldi. Já. Já, hendum við bara í einna hraðaflugflöslu. Leikli, kallar afturhending. Dómarinn Ramonas vildi að hann þurrkaði hérna gólfið markmaðurinn. Það var hálf eitthvað hræddur við hann, vissi ekki alveg hvað hann vildi sér. Á við læti. Já. Og DJ Frikka. Já, valla. Þetta er nú bara fínt að gera þetta svona aðeins meira en einhverja æfingarleiki fyrir tómu húsi. Já, þetta er athyglisvert náttúrulega að vera hérna að lýsa leikjum og vá hvað ég vildi að þetta hefði verið í myndina. Þetta var eins og hérna dómarnir voru eins og hérna þeir voru í synchronized swimming þegar þeir fóru hérna yfir. Þetta var geggjað maður. Og ég var einu sem sá þetta. Engir áhorfendur og ekki neitt. Sástu þetta Björki? Þetta var geggjað maður. Það er gott að eitthvað getur glattið hérna. Þetta var frábært. Já. Ríkilega ánægður með þetta. Hérna, 2 mínútur, nei hérna 2 marka munur. 2 mínútur, rólegur. Já, 1 mínúta búin. Það var leikli í 1 mínútu, ekki 2. Já. Já. Vel losað. Þetta er 2 mínútur. Já, hann veit. Hann vissi það. Hann er bara áframsamt með, en núna er það var ekki langur tími sem hann Hafsteinn fekk. Birkir komin aftur inn. Já. Þá fer aftur Gunni, fer hérna í 4-2. Hafsteinn fekk náttúrulega bara í rauninni bara 2 mínúturnar sem að Birkir var út af. Já, Birkir var út af, já. Fer hann aftur í 4-2, alltaf kom ekki hérna kerfið þar sem kemur Kairó, þar sem hann leysir inn, hann Þrándur. Já. Ég þarf ekki að veðja að gerist. Það er svona svipað eins og Heimir var að gera þetta. Já. Þetta er bara copy-paste eins og það sé. Já, þetta er sami þjálfari. Já, það er rétt. Bergvin með sitt 7. mark. Ég ætla að segja, hvað er Bergvin múin að skora? Já. Það er komið 6. Og hvað, Birkir með 5? Birkir með 5. Já. Þetta eru bara 6 leikmenn sem er að skora fyrir afturhaldingu. Já. Og þar að veru 5 með 20. Og 1. Svo sem ekkert mikið fleiri búin að koma inn á. Nei.
Það 3 marka munur. Já. Afturölding heldur frumkvæðinu. Ási. Bergvin kemur á. Já, vel gert hjá Birki. Opnað fyrir Gumma í horninu og meðan Gummi tekur ekki þessa vippusinn aftur og þá skorar hann. Já. Þú næstu að lofa því að hann skorar ekki ef hann tekur hann aftur. Hún hefði örugglega ekki eins og náði yfir mig í markinu. Og það var mikið sagt. Já, það er rétt. Heyrðu, við fáum bara nei, hann dæmi línu. Sýttu nú við. Þeir tala saman, hvað dæma þeir, sjá við þetta. Þetta er lína. Þetta er bara lína. Þetta er lína. Hárrétt. Já. Hárrétt hjá hann. Hárrétt. Hárrétt hjá honum. Algjörlega hárrétt. Ef ekki, þá var þetta vitlaust. Já. Áfram heldur þetta bara. Já, Birkir tekur 3 skref upp og bom. Ekki fínt að skjóta ennþá meira, það verður kannski aðeins illt í öxlinn á morgun. Það má geta þess að það er Haukar Afturölding eða fyrirleikur FH Stjarnan og Haukar Afturölding. Áfram er Brynjar. Strákur er verð. Monsi fram í hraðablöð. Vel gert. Vel gert. Einar Sindra, hann setur hann. Minnkar í 4. Ég hefði nú alveg séð dæmt víti á þetta, en Bergvin virðist eitthvað hafa meitt sig þar að lendi. Það má ekki við því. Nei. Það væri ekki gott fyrir Afturöldingu. Já, hann vill skúra. Bergvin labbar hérna, já, hann er að koma út af. Já, hann má koma inn á. Hann er að koma út af hann Bergvin eftir þetta. Okkar besti Steinn kemur inn á kústinn með grímun og hanskana. Hér er farið eftir öll og reglum. Hel grímaður og hanskaður. Já. Það ætti allan að sjá það er vel bóna gólfið, það er kannski erfitt að sjá það mér svo. En ég líst ekkert á Bergvin hérna eins og staðinni núna. Nei. Hann er draghaltur eftir þetta. Hann er eitthvað mjöðminn eða? Já. Ekki gott fyrir Afturöldingu því að hann er búinn að vera frábær í þessu leik. Þá spilaði bara 2 línumenn. Og 3 hornamenn inn á. Já. Þetta er magnað. Og Birkir upp í skot. Já! Það er hlaðið eitt undirskot af hornamanni fyrir utan. Ég hugsa hann hérna, hann fær illt í öxlina. Hann hefur aldrei skotið svona mikið held ég bara. Síðustu ár. Ég er ekki svona fyrir utan og þurfa að vera bomba alveg af hérna 9, 10, 11 metrum. Vinna með línumanni hérna og fer aftur út. Það voru skrefið ekki. Jæja. Hvað hérna, já. Þetta er frábær þessu strákur. Já. Einar var ekkert frýr hann á línunni. Nei. Það er fullt mikið af hennu góða. Já. Þetta var ekki skynsamleg skot hjá Monsa. Nei. Og séu opna fyrir Jakob í horninu. Frikki hendur í Jóa P. Já, vinn sinn. Joe P and the Kroll.
leikmann Ulís Hauka. Já. Já. F-fáingarnir komið hérna langt út á móti Birki og Gunna. 3-2-1, eitthvað svona, samt er eina niðri. Vilja henda náttúrulega, þetta eru 2 mína brottvísun. Já. Vel gert í Hósi, ég veit nú ekki alveg hvað ætlar að vera undrandi yfir þessu. Þeir kannski vilja fá ruðning hann á undan. Það hafa kannski eitthvað smátt í síns máns. Ef hann heldur honum svona þá er þetta bara alltaf 2. Ekki, í alvöru, farið bara út af, hættu þessu. Þetta voru 2 mínútur búið. Það er bannað að halda. Ég meina, þú veist, bara hann hélt honum ekki. Næri ekki að halda honum. Já. Þetta er bara hárrétt. Bara mestu borðleikindi 2 mínútur sem ég sé þetta. Þá koma aftur 2 línur hérna, Kairó kerfið. Birkir upp í skot eða? Já. Nei, tapar bolti. Já. Hraðaplaup. Jakob. Vel gert, vel skotið. Mikka niður í 3 og 8,5 mínútur eftir. Afturhaldingin náttúrulega er bara orðin svona, þetta er náttúrulega bara orðin laskað lið. Ja, þeir voru það fyrir. Já. Ég veit ekki alveg hvað að kalla þetta núna. Þetta er... Mér sýnist hann bara, Bergvin vera búinn. Já, ég er svolítið hræddur það. Vel spilað. Ég tek bara ofan fyrir afturhaldingu. Hvernig eru að spila hérna miðað við hvað er búið að ganga á hérna í leiknum? Gunnar Malmqvist búinn að vera góður. Hann er búinn að gegja þér? Já. Eiginlega bara allir 3 sem er búinn að spila hann að megna leiknum fyrir utan. Gunnar, Birkir og Bergvin. Búinn að vera frábæri. Já. Ég er alveg sammálaður. Núna verður kannski aðeins passívari núna með 2 gömlu hann í þristunum. Það verður kannski... Og strákurinn í markinu er búinn að vera að gegja þér líka. Það er bara, já. Það voru frábæri í seinunni. Hvað er að koma með 8 bolta var það? 9 bolta. 9 bolta. Já. Ætli markmannsþjálfarinn hjá FH næði sig ekki handaböggin að hafa þjálfað hann svona vel hérna í fyrra. Þetta er kannski bara allt Jóa að þakka. Já. Einar, setur hann. Vel gert hjá hann, vel skoðið þetta og fótur. Já. Leggur hann beint niður. Já, tryður bara í vörnina, það er það sem við þurfum. Já. Nei, hann þorir ekki inn. Já, góð vörn, vel gert, vel gert. Já. Þeir halda vörninni vel. Gunni náttúrulega, ég held að Gunni Málsípar náttúrulega, hann er bara búinn. Já, mér síðan, hann er allan að móður á másandi. Sem reyndar kemur ekkert á óvart. Samt kemur óvart. Já, ég meina, hann er náttúrulega búinn að vera full, bara, hann er ekki búinn að fá neina kvíl. Já, hann fekk aðeins þannig að þegar Þorsteinn kom og fekk hérna 2 mínúturnar. Nei, rauðarspjaldið, já. Markmaður á hann. Já, bara vel gert. Var ekki þá Gunni Mal í pásunni? Var það? Þegar Þorsteinn fekk rauðarspjaldið. Það var Bergvin á miðjunni og Þorsteinn í skiptinu. Mögulega. En það var þá kannski í 2 mínútur. Já, voru allan einhverjar fáar mínútur. Já. 4 mínútur eftir hérna, 3 marka munur. Já. Það er þá hægt. Já, F-fáingarnir eru fannir að sækja hérna út alveg. Koma langt út á móti hérna fyrir utan. Það ætti nú samt að vera þægilegt kannski fyrir Gunnar Mal, einmitt. Ekki nema Sjórinn bara þreyttur á löpunum. Það er náttúrulega með Haldur sinn á, Velvari og Birki. 2 línumenn inni. Birkir varðið frá Birki. Já. Og Brynjar ver. Já, Þeir kalla hérna gott binni, ánægði með sinn mann. Já, ég er ánægði með hann. 10 boltar. Bara frábær innkoma hjá hann. Jafn mikið og FH markmenni til samans. En það, maður horfir núna og nú er hérna, Monsi kominn hérna fyrir utan. Við erum með 2 línumenn, Gunni Mal, Birkir eru báðir held ég bara nánast búnir. Þetta kallum við ekki neitt nema aukakast. Þetta verður bara svona að draga frá, sækja 1 og 1 handbolti. Svona síðustu mínúturnar. 5 mínútur eftir hér, 3 marka munur. Svo held ég að Gunni Maggi líka búinn að læra það eftir að vera í Haukum í 5 ára. Hann vill ekki tapa FH.
saman þótt þessi æfingarleikur. Línusendingin og Hósei sem að setur hann yfir. Finna samt eitthvað mörk alltaf. Já. Konni 4 mörkum yfir, 4,5 mínúta. Vel gert, Einar. Hvað þetta var vel gert. Þannig að hringsólaðist Gunni Mal bara. Já, þetta var svona... Þetta var eins og einhvern tíma sagt hann fintaður upp úr skólanum. Já. En 4 mínútur eftir, 3 marka munur. Afturhalding, ef þeir halda bara skynsemi þá klárar hann leik. Já. Og þetta fá kannski 1-2 mínútur á F og þessu. Nú fer hendin að koma upp. Þeir þurfa bara að taka langa sóknir, skora mörk. Hendin komin upp. Framhjá. Já. Hann hefði bara tekið klippinguna á hann. Ási. Þetta er Runingur. Nei. Nei. Ég held að hann hafi verið á mikill í hreyfingu, hann var ekki nógu kyrr. Já, mögulega. Það eru 11 leikmenn hjá FH komnir á blað. Það er magn. Það er nú bara nokkuð gott. Já, virkilega gott. Tveggja marka munið, 3 mínútur eftir. Já. Þetta er, ég menna, það er alveg... Eins og þetta hefur þróast í þessu mínútur, þá er þetta bara bullandi leikur. Algjörlega, þetta er það. Monsi. Hvað gerir hann? Þetta er orðið eitthvað tæft hérna. Já. Línumaður farin að senda línuma, það. Góð vörn hjá Monsa. Já, góð vörn. Glæsileg vörn. Já. Snöggur tilbaka. Já, vel unnið tilbaka. Þetta er ekki skref. Það er maður spyrsið. FH getur minkað í 1. Já. Einar, Ási. Afturlíkingu þarf að stoppa þessa sókn. Já. Já, bara Já, þetta var... góð færsla. Ási ætlaðist til þess að fá vítið þarna. Já, góð vörn hjá afturlíkingu. Hendi komin upp. Já. Sjáum hvað Einar gerir hérna. Já. Hann fyrir skotið. Varið. Gunni. Ég held alveg að Gunni sé bara búinn. Það er ekkert eftir. Nei. Það er ekki vanur að spila svona mikið. Nei. Og taka svona miklu ábyrgð heldur. Nei, og Gunni hendur í leikli. Já. En það er 1:20 eftir. 1:22. 1:22. Að vera nákvæmur. Já. Hvað er hann að segja við sína mennuna? Já, það er bara, nú er bara, er þetta ekki aðeins bara að fá pásu fyrir Birki og Gunna, það er bara ná í anda. Þetta er örugglega bara líka út að þetta er búið að vera svolítið svolítið styrt og kannski ekki eins struktúrerað hérna síðustu mínútur, ætla sé ekki bara hérna, núna förum við setjum upp í kerfið hérna og bara áfram gakk sko. Já. Ég gíska að vera áfram með 2 línur. Já, ég veist það líka. Það sýnir samt að það, Gunni vill bara, hann vill vinna þetta, hann er ekkert að grínast. Nei. Það koma langt út á móti. Já. 3-3. Kemur hérna Kairó. Gunni og Einar. Niður, Já, vel gert Gunni. Já. Ég sagði það, hann fekk mínútu í hvíld til þess að gera þetta. Hann kemst ekki einu sinni í aftur. Hann klárar þetta bara. Eða hvað?
2 mörk á mínúta. Sjáum hvað afturölding gerir. Ég myndi bara setja boltan í hendunar á Gunna og hann dripplar þessu. Já, ég held að geti það ekki. Vel gert hjá honum. Hvað var Leon að gera? Hvað sagði ég? Af hverju ertu samt að gera þetta? Gunna átt að vera með boltan. Hann verður að fara inn, hann stendur bara kjur. Já. Ég er bara sammála þessari dómgæslu. Já. Hann getur ekki hreitt sér svona snöggt. Hann þrándur. En hérna... En hvað var Monsi að gera? Af hverju bara slúta hann ekki í þessu leik? Já. Hanna, Hilmar, nei! 10 sek, þessi leikur er afturölding. Ási, minkar í 1 og 4, 3, 2, 1, búið. 29-28 sigur afturöldingar á... Gunni Maggi heldur áfram að gera það sem hann gerir best á ásöllum, það er að sigra handboltaleiki. Ég bara hérna, ég segi, ég bara frábært hjá afturöldingu að hafa klárað hann leik. Miðað við það sem að gekk á hérna hjá þeim. Já. Og greinilega hefur gengið á í liðinu. Því að bara meiðsli, rauð spjöld og bara algjört steypa. Herru, frábært. Já. 2 leikir búnir. Já, 2 leikir búnir, 4 leikir eftir. Það er áfram aftur á morgun. Já, morgun er hvað? Það er hérna Stjarnan FH klukkan 17:45 og svo er það Haukar afturölding klukkan 20:30. Geggjað. Herru, takk fyrir okkur í dag. Já, takk. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. No!